Markmið Gunnlaugs var að hitta 3 kónga og 2 jarla. Fyrst fór Gunnlaugur til Noregs. Þar hitti hann Eirík Jarl Hákonarson og Skúla hirðmann hans. Gunnlaugur var búinn að missa sverðafótinn á sér og varð því með sull á fætinum. Og þá sagði Eiríkur: Hvað er á fæti þínum, Íslendingur? Sullur er á, herra. Og gekkst þú ekki haltur? Eigi skal haltur ganga meðan báðir fætur eru jafn langir. Hvað er þú gamall, Íslendingur? Ég eru nú 18 vetra. Og jarlinn svaraði að hann yrði eigi annara 18. Og þá svaraði Gunnlaugur að Eiríkur myndi deyja eins og faðir sinn. Eiríkur vildi drepa Gunnlaug en Skúli vísaði honum frekar á landi. Hann fór því næst til Englands. Í Englandi réð aðalráður konungur. Gunnlaugur flutti kvæði fyrir aðalráð. Fyrir það að hafa flutt kvæðið fékk hann skarlatskikju. Og gullhring. Því næst skoraði Gunnlaugur Þórorm á hólm. Aðalráður gaf þá Gunnlaugi sverð sem hann ætti að nota í bardaganum. Gunnlaugur var með annað sverð vegna þess að Þórormur gat gert sverð bitlaus. Hann vann Þórorm og varð mjög frægur í Englandi. Því næst fór Gunnlaugur til Írlands að hitta Sigtrygg silkiskegg. Gunnlaugur flutti fyrir hann kvæði sem hann orti Sigtrygg. Sigtryggur gaf honum skikkju og meðal annars kirtil og gullhring. Að halda markmiðinu áfram fór til Orkney og hitti Sigurð Jarl Hlöðvisson. Hann flutti kvæði fyrir Sigurð Jarl. Og síðan fór Gunnlaugur til Svíþjóðar. Gunnlaugur flutti kvæði fyrir jarlinn. Gunnlaugur fór í partíveislu. Woohoo! Gunnlaugur flutti flokk að Eiríkur og Sigurður ætti báðir sína kosti. Gunnlaugur var því velkominn aftur til Noregs. Woohoo! Hann hélt leið sinni áfram í Svíþjóð og hitti þar Ólaf konung. Hann ætlaði að flytja drápu fyrir Ólaf. En þar var Hrafn Önundarson. Hrafn vildi flytja ljóðið sitt á undan af því að hann kom á undan, en Gunnlaugur vildi flytja sitt á undan af því að hann var betur ættaður. Gunnlaugur flutti sína drápu á undan Hrafni. Næst flutti Hrafn flokkinn sinn. Gunnlaugi fannst astnalegt að Hrafn flutti flokk en ekki drápu fyrir konunginn sjálfan. Þeir fengu samt báðir gjafir. Svo fóru þeir báðir sínar leiðir. Gunnlaugur fór til Englands til Aðalráðs konungs og mátti ekki fara aftur til Íslands vegna þess að hann var að búast við árás frá Dönum og Gunnlaugur var hirðmaður Aðalráðs. Aðalráður hreykti Gunnlaugi til Íslands vegna þess að Danir réðust ekki á England. Gunnlaugur stoppaði í Noregi að tala við Eirík Jarl Hákonarson. Síðan sigldi hann til Íslands með Hallfreði vandræðaskáldi. Flaut. Hann fór til Svíþjóðar af því að Hrafn Önundarson skoraði hann á hólm og þar dó hann.